Norðlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi. Hvers vegna ætti fólk að koma á Hauganes frekar en aðra staði? Vegna þess að hér alltaf sól og blíða. Það bara svoleiðis og svo margt við að vera. Skiljið, hérna svona, við erum hérna miðsvæðis á Tröllaskaganum. Það örstutt að skreppa hérna Dalvík, Ólafsfjörður, Siglufjörður, inn í sveitirnar, Akureyri 25 minútur frá. Bara rosa margt hægt að gera hérna. Hauganes lítið þorp í vestanverðum Eyjafirði og þar búa 100 manns. Á Hauganesi nýtt tjaldsvæði og einnig hafa verið settir upp heitir pottar við ströndina sem njóta mikilla vinsælda. Þetta eiginlega snýst allt hérna hvalaskoðunina hjá þeim Walesmönnum, nýjelsamönnum. Að síðustu árin búin að vera gríðarleg aukning í túristum hérna í hvalaskoðun og þá fór ég að spá í hvort það væri ekki hægt að tengja eitthvað meira til að fólk til að stoppa aðeins lengur og byrjaði á því að setja upp tjaldsvæði hérna sem rétt aftan við okkur, bara 100 metra hérna frá Bakkalabarnum. Svo kom þessu hugmynd að hafa heita potta hérna niður í fjörunni vegna þess að Sandvíkurfjaran þessi ég segi eina Sandvíkurfjaran sem snýr á móti suðri á Norðurlandi. Og ef einhver hefur eitthvað á móti því, þá bara leiðréttir hann það, en svona ég held að það sé þannig í stóru dráttum. Og alveg einstaklega fallega fjara og vel, hentar vel fyrir heita potta. Hér erum við upp á bakka sem að skýlir pottunum í norðan Hágólu, þannig það bara logn niðri. Núna flóð, þannig að það sést ekki mikið af fjörunni. En á fjöru, á útfallinu, þá 25 metra sandur hérna út. Alveg gríðarlega gaman að lalla eftir sandinum á busla og hún svo aðgrunn að í sól þá hitnar hreinlega sjórinn hérna við ströndina, þannig að þetta ekki svona alveg ískalt. Þetta svona íslensk baðströnd þá? Það það og það svo gaman hvað þetta hefur breytt rosalega miklu hérna í þorpinu að fólk að koma bara hvaðan af landinu og útlendingar að koma hérna sem hafa fréttið einhvers staðar annars staðar og það nú enginn hérna núna, þetta að morgni til, yfirleitt rólegt þá en helgar í góðu veðri þá eru bara allir 3 pottarnir fullir og fólk snýr frá í hópum sko. Og Hauganes kannski tiltölulega nýlegur svona áfangastaður fyrir ferðamenn? Já, sko, fyrir utan hvalaskoðunina sem svo elsta starfandi á landinu. Hún var fagnaði 25 ára afmælinu sínu núna daginn. En fyrir utan hana þá alveg nýtt að fólk sé að stoppa hérna sko, og til dæmis á tjaldsvæðinu og nýta það sem í boði. Pottana, hvalaskoðunina, veitingahúsið, svo náttúrulega stutt í bjórböðin og kalda á Árskógssandi, þannig að það hellingur að vera hérna á þessu svæði. Langt síðan þessi uppbygging fór í gang hérna hjá ykkur? Sko, eins og ég segi þá stofnaði ég tjaldsvæði bara í fyrra og setti 2 heitapotta síðasta sumar, seinni bara sumars til að rétt að sjá hvort þetta virkaði og þetta virkar það vel að við þurftum að setja 3. pottinn upp núna bara í vor og biðum þá þetta hús og þessa palla hérna. Þar sem ég naut gríðarlega góðar aðstofar frá Habba bróðir sem kemur frá Kópavogi til að smíða með mér og Pétur minn á Selá hérna, í Selá Guesthouse. Þannig að ég nú ekki alveg staðið einn í þessu. Og hvernig hafa viðtökurnar verið? Ótrúlega góðar og þetta, eins og ég segi, þetta hefur bara gjörbreytt svona lífsmynstrinu finnst mér í þorpinu að fólk talar það hérna að börnin fara hérna niður eftir kannski upp í 2-3 ára á dag sleppa símanum eða tölvunni og fara að leika sér í fjörinu og pottunum og spjalla. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi.